Markaðir voru tiltölulega hagstæðir. Og ég ætla að gefa eignastýringateyminu okkar orðið til að fara yfir það og ávöxtun hjá okkur. Þau ætla að segja okkur frá ávöxtun ársins, hún Helga og hann Bjarni Kristinn. Ég ætla að segja það áður en ég gefi þeim orðið að við búum vel að við erum með frábært eignastýringateymi sem stendur sig mjög vel. Auk þeirra Helgu og Bjarna Kristins þá Kristjana í teyminu og Svavar, hann þarna. Þetta er frábært fólk, þau eru vakin og sofin yfir eignum, þau eru vandvirk og þau eru fagleg. Þar með ætla ég að gefa Helgu orðið. Stíga þetta hérna á mig. Nei. Svona, þetta virkar ekki svona. Já, góðan daginn, komið sæl og takk fyrir þetta Gunnar. Já, ég heiti Helga og ég er sjóðstjóri hjá Almenna og ég ætla að fara yfir ávöxtun á síðasta ári og þá þættir sem höfðu áhrif á ávöxtun eignasafna hjá Almenna. En áður en við förum í það, þá langar mig aðeins að hlaupa yfir Almenna og uppbyggingu eignasafna Almenna. Almenni er sem sagt bæði samtrygginga og séreignasjóður og skiptir svona sirka að jöfnu. Séreignasjóðurinn er svo ávaxtaður í 6 verðbréfasöfnum sem okkar sjóðfélagar geta valið á milli. Og þið sjáu þau þarna, þetta ævisafn 1, 2 og 3 sem eru stærstu söfnin, skuldabréfasafn, ríkissafn og innlánasafn. Og svo bættist ein ávöxtunarleið við á þessu ári sem ég ætla að segja ykkur nánar frá á eftir. Stærstu eignasöfnin okkar sem eru yfir 90% af heildarstærð Almenna eru þessi sem við köllum svokölluð blöndu eignasöfn. Söfn sem fjárfesta í skuldabréfum, hlutabréfum og innlánum og það er samtryggingarsjóðurinn og svo ævisafn 1, 2 og 3. Þið sjáum ævisafn 1 sem er alltaf fyrir yngstu sjóðfélagana er með mest af hlutabréfum og ævisafn 3 svo með minnst af hlutabréfum og mest af skuldabréfum til að jafna sveiflur í ávöxtun. Söfnin eru líka blönduð þegar kemur að innlendum og erlendum eignum og hérna sjáum við skiptingu innlendur og erlendra eigna í söfnun. Við höfum verið að auka vægi erlendra eigna og erum bara nánast komin á stefnu núna í öllum söfnum og erlendu eigninar okkar eru að stærstum hluta í hlutabréfum sem þýðir að ævisafn 1 aftur er með mest af erlendum eignum og ævisafn 3 með minnst. Ef við kíkjum aðeins undir húddið og skoðum þær eignir sem sem standa bak við þessi eignasöfn sem eru í stærstu leiðunum okkar, þá er það fyrst að telja innlend skuldabréf sem er mjög góður kjarni í eignasöfnum. Auðvitað geta skuldabréf verið misjöfn, löng skuldabréf geta sveiflast í verði og stutt eru stöðugri, en svona heilt yfir langt tímabil þá eru skuldabréf gefa stöðugri ávöxtun en hlutabréf og eru þar af leiðandi mikilvægur kjarni í okkar ávöxtunarleiðum. Þið sjáið þarna hægra megin vinstra megin fyrirgefið á myndinni, þá sjáið þið allt skuldabréfasafnið okkar og þið sjáið að sjóðfélagalánin er þarna alveg 1/3. Sjóðfélagalánin sérstaklega skapa stöðugleika í ávöxtun því þau eru gerð upp með uppgreiðsluverðmæti bréfanna og taka þar af leiðandi ekki markaðssveiflum. En hægra megin eru þá markaðsskuldabréfin ef við erum búin að taka sjóðfélagalánin út, þá sjáum við að stærstu útgefundu bréfanna eru ríkið, sveitarfélög og fasteignafélög. Og svo er það hin sneiðin á innlendum verðbréfamarkaði, minni sneið, það eru innlendu hlutabréfin. Innlendu hlutabréfamarkaðurinn er ekki stór, svona í stóra samhenginu þá er þetta svona tiltölulega lítill markaður. Það eru 28 fyrirtæki skráð á markaðinn, þeim hefur fjölgað og markaðurinn hefur stækkað. Við fjárfestum á þessum skráða markaði, 70% af okkar eignasafni eru þar og 1/3 er í óskráðum verkefnum, sérhæfðum sjóðum og annað slíkt og við erum að ná ágætis dreifingu á innlendan hlutabréfamarkað og reynum að ná eins góðri dreifingu þar og hægt er. Og svo er það erlenda eignasafni okkar. Það hefur stækkað talsvert á liðnum árum og það má segja að það sé bæði innri og ytri vöxtur. Það er að segja að við höfum verið að bæta við höfum verið að fjárfesta erlendis.
til að ná stefnu og svo hafa erlend hlutabréf hækkað í verði og þannig hafa eignirnar vaxið. Erlend hlutabréf, skráð hlutabréf eru stærsti hluti, þannig tæp 74% og svo fjárfestum við líka í sérhæfðum hlutabréfasjóðum og innviðafjárfestingum. Við erum að byggja upp erlendar skuldabréfafjárfestingar líka, höfum verið að nýta aðstæður á markaði þegar vaxtastig hefur verið hátt og þarna til hægri sjáum við svo dreifingu að atvinnugreinarskiptingu á skráða hlutabréfasafninu okkar, það er auðvitað langstærst og þið sjáum upplýsingatækni er stærsta sneiðin hana og þessi sneið hefur verið að stækka og skýringin er svo að bandarísk upplýsingatæknifyrirtæki hafa hækkað mikið og vaxið mikið á síðustu árum og Bjarni ætlar aðeins að koma betur inn á það á eftir. Þetta var aðeins yfirlit eignaflokkan okkar en þá er það ávöxtun í fyrra. Hún var eins og Gunnar sagði heilt yfir mjög góð. Hæst var hún í þessum blönduðu söfnum, ævisöfni 1, 2, 3 og samtryggingarsjóði, þar að segja söfn sem fjárfestu í skuldabréfum og hlutabréfum voru að drífa ávöxtunum áfram. Við sjáum þarna að söfnin er að hækka þetta á bilinu 10% upp í 13,8% sem þýðir 5 til 8,7% raunávöxtun. Verðbólga síðasta árs var 4,8%. Og svo sjáum við þessi 3 söfn hana sem eru neðst á myndinni, ríkissafn sem fjárfestir í innlendum ríkisskuldabréfasjóðum, skuldabréfasafn sem fjárfestir í dreifðu safni innlendra skuldabréfa, þetta safn hét áður húsnæðissafn og svo innlánasafn sem fjárfestir í innlendum innlánum, aðalega að stærstum hluta verðtryggðum. Þessi 3 söfn hafa bara skilað ávöxtun í samræmi við væntingar og það vaxtastig og vaxtaþróun sem var hér í fyrra og nafnávöxtun er á bilinu 6,6 upp í 7,6. En svona þessir drifkraftar, þessir áhættuþættir, það má segja að það er hækkun hlutabréfa sem drífur þetta áfram. Vaxtastig er ennþá hátt, bæði hér heima og erlendis, til dæmis í Bandaríkjunum. Það er enn verðbólga þó hún sé að tikka niður sem betur fer og við sjáum sveiflur á mörkuðum í fyrra. Hérna erum við með upplýsingar helstu vísitölur þeirra eignaflokka sem mynda þessi stærstu söfn almenna og bara eignasöfn almenna. Við sjáum að skuldabréfavísitölunar hana efstu það var bara ljómandi fín ávöxtun á skuldabréfamarkaði. Hérna eru óverðtryggðar og verðtryggðar innlendar ríkisskuldabréfavísitölur og eru að hækka þetta 6,2 upp í 7,1%. Innlend hlutabréf hækka 14,7%. Það leit nú ekki út fyrir það að innlend hlutabréf myndi skila okkur almennilegri ávöxtun á síðasta ári en það rættist úr í lok árs. En mesta hækkunin er á erlendu hlutabréfum. Þið sjáum að heimsvísitala hlutabréf er að hækka 18,7% sem þýðir 20,4% hækkun í íslenskum krónum þar sem krónan gaf eftir gagnvart bandaríkjadal árinu styrktist, gagnvart evrun gaf eftir gagnvart dollar. Já, hlutabréfin voru að drífa áfram ávöxtunina á síðasta ári eins og reyndar þau hafa gert dálítið undanfarin ár hjá okkur. Við sjáum að Bandaríkin hækka mest, S&P 500 hækkaði 25% í fyrra í dollar og það var eins og áður segir, það eru tæknifyrirtækin sem eru að stórum hluta að drífa þetta áfram, reyndar fjármálafyrirtækin líka í fyrra. Ísland tók ágætan endasprett. Í september voru við í lækkun á innlendu hlutabréfamarkaði, 5-6% lækkun í september, en svo fór svona bjartsýni að aukast í lok síðasta árs. Seðlabankinn hóf sitt stýrivaxtalækkunarferli í október og jákvæðar fréttir bárust af fyrirtækjum. Þannig að við endum í 14,7% sem er bara ljómandi fín ávöxtun. En þó við séum að rýna í árið í fyrra og svona einstaka þætti, þá erum við náttúrulega langtíma fjárfestar og það er langtíma ávöxtunin sem skiptir okkur sjóðfélag öllu máli. Við erum að fjárfesta fyrir ævisparnað fólks yfir langtíma bil og langtíma ávöxtunin skiptir öllu máli og við sjáum að það er góður áratugur að baki. Hérna sjáum við ávöxtunina í söfnunum okkar síðastliðin 10 ár og í þessum söfnum sem fjárfesta í skuldabréfum og hlutabréfum þá sjáum við að nafnávöxtunin er hérna á bilinu rúmlega 7% upp í rúmlega 9%
sem þýðir þetta tæplega 3 og upp í tæplega 5% raunávöxtun. Verðbólga á þessu 10 ára tímabili rúmlega 4%, 4,2%. Hækkandi hlutabréf ráðandi þáttur í góðri ávöxtun blandaðra safna síðastliðinn áratug, en það eru vissulega mikla vaxtasveiflur á þessu tímabili. Við erum með COVID, þar sem vextirnir fóru mjög hratt niður, bara niður að 0 og jafnvel urðu neikvæðir og fóru svo hratt upp aftur. Og í framhaldinu bara talsverð verðbólga í flestum löndum, þannig að þetta er búið sveiflu mikil áratugur. Og hérna sjáum við innlendu söfnun okkar sem fjárfesta á innlendu skuldabréfamarkaði og í innlánum, og þar ávöxtunin í samræmi við bara það vaxtastig og þær sveiflur sem hafa verið. Hérna sjáum við þetta bara á mynd þennan áratug. Og þið sjáu þarna, ef þið sjáu dífuna þarna í mars 2020, þar er COVID-dífan. Svo rís gengið aftur, eða semst hækkunin á þessum blönduðu ævisöfnum. Þið sjáu svo í febrúar 2022, þegar Rússar ráðast inn í Úkraínu, þá fellur þetta aftur og í framhaldi hækkuðu vextir. Það kom mikil verðbólga, þannig að það urðu talsverðar sveiflur á þessu tímabili. En svo sjáum við að línan nú ansi jákvæð og svona bein upp á við og hefur verið það núna síðustu 2 árin með alltaf einhverjum sveiflum þrátt fyrir það. Mér langaði til, eins og ég sagði í byrjun, þá bættist við hjá okkur ný ávöxtunarleið núna í janúar og við erum svolítið spennt að kynna hana fyrir ykkur hérna á þessum fundi. Erlent verðbréfasafn, og eins og nafnið gefur til kynna, þá fjárfestir þetta safn alfarið í erlendum verðbréfum og hérna sjáum við í fjárfestingarstefnu safnsins, það stefnir að við eiga 70% í erlendum hlutabréfum og sérhæfðum sjóðum og 30% í skuldabréfum. Safnið uppbyggt þannig, eða Almenn þannig uppbyggður, og kannski ágætt að benda á það að Almenn settur upp með svona grunnsöfnum sem eiga erlend hlutabréf, erlend skuldabréf og svo innlendar eignir. Þetta safn fjárfestir eins og aðrar ávöxtunarleiðir í þessum grunnsöfnum, þannig að strax frá fyrsta degi þá er mjög mikil dreifing í safninu. Mér finnst bara ágætt að koma inn á það, því það oft erfitt að setja nýja leiðir eða nýja sjóði af stað vegna þess að þeir eru litlir sjóðir og ná ekki fullnægjandi dreifingu. En af því uppbyggingin þannig að strax frá fyrsta iðgjaldinu þá þetta safn með jafn mikla áhættudreifingu og til dæmis bara samtryggingarsjóður Almenn og allar stóru ávöxtunarleiðirnar okkar. Og þetta skiptir máli. Það er bara mjög góð áhættudreifing í þessu safni og áhersla á það og lágan kostnað. Þetta safn hentar kannski ekki öllum, þetta hentar þeim sem vilja ávaxta eign sína alfarið í erlendu verðbréfum og það geta verið ýmsar ástæður fyrir því, sumir bara vilja vera með sinn viðbótarlífeyrissparnað, þetta ávöxtunarleið fyrir viðbótarlífeyrissparnað, vilja vera með hann utan Íslands af ýmsum ástæðum, eiga kannski aðrar eignir, miklar eignir hér heima eða aðrar eignir eða bara hafa sterkar skoðanir. Og þetta safn valkostur fyrir sjóðfélaga, líka fyrir þetta safn fyrir þau sem þola sveiflur í ávöxtun og þið sjáu að ég hef undirstrikað orðin þola sveiflur í ávöxtun, ég hef strikað undir þau og ég stækkaði aðeins letrið og það þýðir að þetta safn fyrir þau sem þola sveiflur í ávöxtun því það má vænta talsverða sveiflna í svona safni, bæði safni á 70% í hlutabréfum og svo það allt gengisbundið, þar að segja að það allt í erlendum gjaldmiðlum, þannig að sveiflur á gengi íslensku krónuna gagnvart erlendum gjaldmiðlum og ávöxtun útreiknuð í íslenskum krónum, hún getur og hún mun sveiflast í verði, þannig að bara svona rétt að ítreka það, en við erum svona mjög ánægð að geta boðið upp á þennan valkost og þessa viðbót í okkar ávöxtunarleiðir. Það komið nýtt ár. Og árið 2025 fer vel af stað. Ég byrjaði á því að skrifa þannig að árið 2025 fer rólega af stað, en það kannski ekki hægt að segja það að árið fari rólega af stað. Það ýmislegt búið að gerast á þessum 3 vikum, það til dæmis bara í þessari viku sem að nýir valdhafar tók við í Bandaríkjunum og Bandaríkin stór og mikilvægur markaður fyrir okkur og marga aðra, flesta aðra og við fylgjumst með hvaða breytingar þetta mögulega geti haft og heimsbyggðin svo sem að fylgjast með líka.
En árið fer vel af stað og þið sjáuð að það eru blönduð ávöxtunarleiðirnar okkar, ævisöfn 1, 2, 3 og samtryggingarsjóður sem fara af stað í ágætishækkun og skýringin er svo að í heildina hafa erlendir hlutabréfamarkaðar hækkað, innlendur hlutabréfamarkaðar hefur líka hækkað og þó það sé misjafnt eftir félögum bæði af innlendum og erlendum markaði, krónan hefur aðeins gefið eftir, þannig að það er hækkun í þessum söfnum. Þarna sjáum við að erlent verðbréfasafn er komið á blað. Það er í ágætishækkun frá áramótum, þá sé nú ekki langt liða árið, þetta er 3 vikur, en það nýtur góðs af hækkun á erlendum hlutabréfamarkaði og veikingu krónunnar. Og svo sjáum við innlendu söfnin okkar 3, ríkissafn, skuldabréfasafn og innlánasafn, að þau svona tikka áfram á sínum hraða inn í árið. Mér langaði til að bara aðeins kannski að enda á því að fara með þessa möntru sem við segjum svo oft í ráðgjöfinni að sveiflur til skamstíma geta verið miklar í söfnum sem fjárfesta í hlutabréfum og það er mjög mikilvægt að huga að því fyrir hvern og einn hvaða ávöxtunarleið hentar fyrir séreignarsparnað. Okkar ráðgjöf er ævileiðin og ævileiðin er mynduð af þessum 3 söfnum, ævisöfni 1, 2 og 3, þar sem fólk flyst sjálfkrafa á milli safna eftir aldri. Og það er líka okkar reynsla að þetta hentar langflestum sjóðfélögum okkar vel að vera í þessum söfnum, fá þarna þessa áhættu dreifingu og flytjast þarna á milli. Þannig að þetta er okkar ráðgjöf. En svo finnst okkur líka bara mjög mikilvægt að geta boðið upp á fleiri ávöxtunarleiðir, sérhæfðir ávöxtunarleiðir fyrir þá sem það kjósa og þarna bætist þá erlenda verðbréfasafnið þarna nýtt við og svo innlendu leiðirnar okkar, ríkissafnið fyrir þá sem vilja vera eingöngu í innlendu ríkisskuldabréfum og svo sveifluminni söfn eins og skuldabréfasafn og innlánasafn og það getur alveg hentað ákveðnum hópi á ákveðnum tímabili ævinnar eins og til dæmis ungu fólki sem er að safna fyrir innborgunni fyrstu íbúð og bara ýmsum. Það er ýmislegt sem það er ýmsar aðstæður sem getur skapast og kannski bara minna á það að nefna það að það er hægt að eiga í fleiru en einu safni í einu. Ef það hentar þá er hægt að velja eiga í fleiri en einu safni. Og mér langaði svo bara að benda á það að það eru góðar upplýsingar öll söfnin á heimasíðun okkar þar sem við reiknum daglegt gengi og allar ávöxtunarleiðirnar á sjóðfélagavefnum okkar og svo er alltaf velkomið að hafa samband við ráðgjafa ef fólk vil spá í sín mál. En þetta var ávöxtun á síðast ári. Nú ætlum við að velta fyrir okkur ávöxtun á næstu misserum og næstu mánuðum og misserum og þá ætla ég að fá að gefa boltan yfir til Bjarna sem ætlar að fjalla þróun og horfur á mörkuðum. Takk fyrir mig. Svo þú fyrir þetta. Það er gott, takk. Já. Já, góðan daginn. Ég heiti Bjarni Kristinn og er sjóðstjóri eins og Helga í eignastýringunni og ég fæ að fara með ykkur yfir horfurnar á mörkuðu nú í byrjun árs. Mér finnst ágætt að aðeins að hafa á bak við eyrað eignasamsetningu sjóðsins. Þarna erum við að horfa á blönduðu leiðirnar, ævileiðirnar og samtryggingarsjóðinn. Bara til þess að aðeins að ramma inn hvaða atriði skipta máli fyrir hvaða eignaflokka. Það við erum með þarna stærsti eignaflokkurinn eru erlend hlutabréf yfir 40% og innlend skuldabréf koma það stutt á eftir með tæp 40% og síðan eru innlend hlutabréf með 13% og síðan erlenda skuldabréfin enn minnsti hlutinn en þó hafa verið vaxandi síðustu ár. Svo við byrjum á heitustu umræðuefninu, þá hefur verðbólga verið á niðurleið og stýrivextir eru farnir að fylgja með. Verðbólga mælist núna 4,75% og greiningadeildir eru almennt að spá því að sú lækkun haldi áfram. Seðlabankinn hefur nú í tvígang lækkað stýrivexti og samtals 75 punkta
og væntingar eru til þess að það haldi áfram á árinu og það er svona spurning hvort að hversu miklar þær lækkanir verða en væntingar eru kannski má segja á bilinu, eitthvað stóra bilinu 1–2% á árinu. En heilt yfir eru vextir tiltölulega háir á Íslandi og ég sýni þarna stýrivextina en líka 10 ára vexti, bæði verðtryggða og óverðtryggða. Og við sjáum að núna eru vextir svona þeir svona í því hæsta sem þeir hafa verið síðustu 10 árin eða svo. Svona 8–10 árin. Og ef við horfum á óverðtryggðu vextina þá er þetta 10 ára vextir sem að mynda ákveðin grunn væntingar hvar stýrivextir munu vera svona til lengri tíma. Þannig að það má svona alveg hugsa sér það að þetta er svona í takt við það sem að við kannski getum gert ráð fyrir að stýrivextir fari niður í, eða það sem að markaðurinn er að gera ráð fyrir að stýrivextir fari niður í svona á næstu missunum. Og jafnframt eru verðtryggðu vextirnir í hærra lagi miðað við síðustu ár, komin hérna 2,5% og þetta heilt yfir þýðir að við erum með svona góðan grunn að ávöxtun í skuldabréfasafninu og jafnframt hefur þetta áhrif á ávöxtunarkröfu annarra verðbréfa. Þannig að það má segja svona að þessi háu vextir, þótt margir kvart undan þeim, þá henta þeir ágætlega fyrir lífeyrissjóð sem á mikið af skuldabréfum. En vextir almennt út í heimi eru líka sögulega háir. Og þarna erum við með Bandaríkin, Evrópu eða Þýskaland, Bretland og Japan með íslensku vöxtunum. Og við sjáum að í öllum tilfellum með erlendu vextina þá eru þeir núna komnir á stig þar sem að þeir hafa ekki verið hærri í það bil 10–15 ár. Og í tilfelli Bandaríkjanna og Bretlands eru þeir svona nálægt hæstu gildum síðan fyrir hrun. Þannig að heilt yfir er vaxtastig í heiminum orðið talsvert hærra. Og í Bandaríkjunum hafa stýrivextir verið að lækka, en núna eru svona komnar væntingar það að það fara að hægjast verulega á þeim lækkunum og menn eru aftur farnir að horfa til verðbólguþrýstings þar. Á Evrópusvæðinu þá er aðeins önnur staða. Þar eru minni væntingar vöxt og þar með minni verðbólguvæntingar og þar er ennþá verið að horfa til þess að vextir haldi áfram að lækka. Og þetta er svolítið svona lykilstef eins og við horfum á árið 2025 að Bandaríkin, þar er bjartsýni og kraftur og Evrópa, þar er meiri bölsýni og svona meiri varnarbarátta í að Evrópa nái vopnum sínum svolítið aftur. Og þetta, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, hann er sammála okkur, það er ágætt. Og við sjáum þannig að meðal þróuðu hagkerfanna þá er Bandaríkin að skera sig talsvert úr miðað við evrusvæðið Japan og Bretland til dæmis. Og þetta er bara áframhaldandi með þetta megin stef að krafturinn í Bandaríkjunum er það sem að fólk er að horfa til og í okkar eignasafni, í erlenda hlutabréfasafninu þá vigtar bandarísk hlutabréf vigta 70% af heimsvísitölunni sem við horfum til. Það er svona endurspeglar nokkurn veginn dreifinguna hjá okkur svona í stórum dráttum. Þannig að afkoma í Bandaríkjunum hefur mjög mikil áhrif á okkar afkomu. Á árinu 2025 þá var mikil hækkun hlutabréfa eins og Helga fór yfir áðan. Og sérstaklega í Bandaríkjunum. Við sjáum líka Nvidia sem að stendur svolítið upp úr og þetta er svona nýja svona household name. Þetta er svona nafni sem að
allir eiga að þekkja núna. Þetta er fyrirtæki sem er leiðandi framleiðandi gervigreindar örgjörva og er núna ýmist verðmætasta eða næst verðmætasta fyrirtæki í heimi eftir því hvernig gengi Apple og Nvidia flöktir á hverjum degi. En þetta, ef við sjáum þessi stóru 7 fyrirtæki og sérstaklega þarna Nvidia og nú Meta og Tesla og almennt þessi stóru tæknifyrirtæki, þá voru þau að skila ávöxtun talsvert umfram vísitöluna. Ef við horfum á S&P 500 þá var það 25%, heimsvísitalan var 18% það bil og þessi félög eru að hækka langt umfram það. Og það býr til góða sögulega ávöxtun en það býr líka til meiri samþjöppun ef við horfum fram á við. Af því að núna eru þessi 7 fyrirtæki, við vorum með þessa glæru í fyrra og þótt okkur ansi mikið hvað samþjöppunin á þessum 7 fyrirtækjum var mikil, en hún er bara enn meiri í dag og þessi 7 fyrirtæki mynda þá 23% af heimsvísitölu hlutabréfa og 35% af S&P 500. Þannig að afkoma þessara fyrirtækja og þróun þeirra á markaði mun hafa gríðarlega áhrif á afkomu hlutabréfaverðs í heiminum í rauninni og hjá okkur þar með. Og hækkun hlutabréfanna í Bandaríkjunum, hún þýðir líka að verðið hefur hækkað og það er að hluta til að verðlagningin, að undirliggjandi rekstrarþættir hafa verið sterkir en jafnframt hefur verðlagningin verið að hækka. Þannig að ef við horfum á svona hefðbundin mælikvarða sem er hlutfall verð sem hlutfall af hagnaði, þá er þessi mælikvarði orðinn mjög hár og almennt er það matmanna að verðlagning á hlutabréfum í Bandaríkjunum núna feli í sér talsverðar væntingar vöxt. Og það er ekki síst þessi stóru 7 sem að byggja mjög mikið á því hvað það er mikill uppgangur meðal annars í gervigreind. Þannig að þetta er svona svolítið blendin tilfinninga gáðir bandaríska hlutabréfamarkaðnum að það er mikill kraftur sem að búist við en jafnframt eru verðin orðin nokkuð há. Íslensk hlutabréf hækkuðu líka vel 2024 og heilt yfir erum við bjartsýn á árið 2025. Það er gott að óvissa með Marel er að baki og það er núna stærsta fyrirtækið, eða JBT Marel, saman að JBT Marel er núna stærsta fyrirtækið sem að skráð er í Kauphalli á Íslandi. Næststærsta fyrirtækið, Alvotech, á fyrir höndum að því mér finnst mjög áhugavert ár vegna þess að það er búið að vera gríðarlega miklar fjárfestingar þar og tekjurnar eru núna að byrja að skila sér og væntingar standa til þess að á núverandi ári fari þær að skila sér verulega og að þær fari að fara umfram gjöld og að fyrirtæki fari að skila jákvæðu sjóðstreymi. Og stærðargráðan á þessum tekjum er alveg þannig að hversu miklar þær verða, það hefur talsverða áhrif bæði á hlutabréfa vísitölunum á Íslandi og bara fyrir líka tekjur þjóðarbúsins eitthvað leyti. En síðan svona fyrir líka stóran hluta af félögunum þá eru þau háð innlenda hagkerfinu. Þannig að svo lengi sem að innlenda hagkerfi heldur sjó, við sjáum verðbólgu haldast svona í skefjum og halda áfram að trykla niður hjaðna og vextir nái að lækka, þá teljum við að horfurnar geti bara verið nokkuð bjartar. Ef við horfum aðeins til krónunar, þá var gengi krónunar bara ansi stöðugt á árinu. Það var nokkuð viðskiptahalli en jafnframt eru núna fjármagnshreyfingar farnar að hafa talsverð áhrif á gengi krónunar. Og þannig til dæmis horfa menn svolítið til greiðsluna sem að íslenskir hluthafar í Marel fengu fyrir hlut sinn í evrum. Það munar alveg það og á síðasta fjórðungi, í lok síðasta árs, þá
styrktist krónan talsvert og menn rekja það að einhver leyti að minnsta kosti til þess að þessi peningar séu þarna og jafnvel þó þau komi ekki allir inn í íslenska hagkerfi strax þá draga þeir svolítið úr til dæmis þörf lífeyrissjóðanna til þess að kaupa erlenda gjaldeyri. Þannig að þetta svona hefur óbein áhrif á það. En raungengi krónu núna í hærra lagi svona miðað við söguleg gildi og líklega nokkru hærra en jafnvægisgengi svona ætti að standa í. Þannig að almennt það svona mat manna að það sé einhverjum prósentum frekar of sterkt en of veikt. Þannig að svona hættan, eða hvað svona, líkurnar séu frekar á veikingu heldur en styrkingu. En það samt engar dramatískar spár í gangi varðandi það. Þetta svona frekar að þetta sé hófleg veiking frekar en hófleg styrking. Og það sem áfram styður líka við krónuna að það ennþá talsverður vaxtamunur við myntir erlendar myntir og þó að hann fari reyndar minnkandi sérstaklega gagnvart bandaríska dalnum. Og það alveg áhugavert að ef við horfum til raunvaxta, svona langra raunvaxta, þá eru þeir bara ansi nálægt í að vera orðnir jafnir milli Bandaríkjanna og krónunnar. En þetta hefur Bandaríkjadalur líka verið að styrkjast. Þannig að þetta eru sterkar myntir núna. En það stórt ár framundan, alþjóðlega. Nýr forseti í Bandaríkjunum bara býr til alls konar óvissu. Það er eiginlega á öllum vígstöðum. Þá spurningin hvað hann gerir, hvað hann stendur við og hvað hann lætur sér detta í hug næst. Svolítið. Það almenn bjartsýni á hagvöxt í Bandaríkjunum. Tollar og möguleg viðskiptastríð eru eitthvað sem horft til og þar eru kannski hlutabréf utan Bandaríkjanna og þá í Evrópu kannski viðkomast fyrir. Verðbólguþrýstingur í Bandaríkjunum hefur verið lækkandi en aftur farið að horfa til þess að hann sé svona, kannski ekki að aukast en að minnka hægt. Og þar eru rauninni flest stefnumál nýs forseta eru frekar til þess að auka verðbólgu, vera verðbólgu hvetjandi. Og það áfram gríðarlegur kraftur í fjárfestingu gervigreind og bæði í tæknifyrirtækjum og innviðum tengdum þeim. Og síðan eru svona fleiri atriði sem að halli ríkisfjármála svona aftur að koma svolítið á radar og síðan ennþá ekki útséð hvernig stríðsátök, hvernig þeim lyktar. Og á Íslandi þá þetta áfram hjöðnun verðbólgu og lækkandi vextir sem svona lykil þáttur. Síðan eigum við eftir að sjá hvaða áhrif Trump hefur. Við erum ekki endilega búast við því að þau séu neitt sérstaklega mikil fyrir okkur en þetta verður samt einhver óvissuferð sem á eftir að koma í ljós hvernig endar. Við sjáum áframhaldandi fjárfestingu fyrirtækja og síðan er þetta þessar hefðbundnu stærðis. Ferðamannaiðnaðurinn getur verið svolítið sveiflukenndur og jarðhræringar eitthvað sem gæti alveg haft áhrif. Þetta virðist vera nokkuð, þær jarðhræringar sem við höfum séð eru komnar í nokkuð þægilegan takt virðist vera en það stutt í að það breiði út af því og nýjar hræringar í til dæmis Vatnajökli. Maður veit ekki alveg hvar það endar. Þannig að þetta svona bara atriði sem ágætt að hafa bak við eyrað. Þannig að samantektin, til að taka þetta saman rétt í lokin, þá þetta bara háir vextir sem eru áfram til staðar sem undirbyggja ávöxtunina í grunninn, bjartsýni í Bandaríkjunum en verðlækning hlutabréfa nokkuð stíf, minni bjartsýni vöxt í Evrópu. Við erum bjartsýni á íslenska hlutabréfamarkað og teljum krónuna nokkuð stöðu en mögulega frekar hættu á veikingu frekar en styrkingu. Þetta var það sem eins og þetta blasir við okkur. Við þökkum Helgu og Bjarna fyrir. Einhverjar spurningar, vangaveltur?
ykkur, þetta er frábær samantekt. Við nefnum ekki Seðlabankann í þessu samhengi og það er allt sem fram hefur komið hjá Bjarna. Hvað hlutirnir eru flottir og góðir í Bandaríkjunum og verðlagningin er reyndar rosa há og svo er óstöðuleiki krónu og kannski veikingu framöndan. Hvernig er sjóðurinn búinn undir flutning eigna meira í erlent heldur en innlent og hvernig rímar það við sjónarhorn Seðlabanka hömlur á fjárfestingu lífeyrissjóða utan landsteinana eða getur hans til þess að bregðast því? Vilt þú ekki svara þessu, Helga? Það skoðum við. Já. Jú. Er það ekki? Frekari flutningur eigna sjóðsins yfir í erlent. Endurtaka spurninguna, já. Spurningin var vangaveltur erlendar eignir sjóðsins og hvernig við erum undir það búin að auka erlendar fjárfestingar og hvernig það rímar við stefnu Seðlabankans í ýmsum málum eins og varðandi fjármálsstöðugleika. Já. Við erum í rauninni bara, það er ákveðið hámarksvægi sem að samtryggingarsjóðir og söfn sem eru undir lágmarkstryggingavernd mega fara í þeim gjaldmiðli sem er ekki uppgjörsmynt sjóðsins og þannig að við megum að hámarki fara, þetta er stighækkandi núna ár frá ári, það var 51,5% síðast ári en núna 53% og við megum ekki fara hærra og svo mun þetta smá saman hækka á næstu árum og fer upp í 65% árið 2036, já, árið 2036. Þannig að við í sjálfu sér erum ekki að fara að bæta mikið í erlendareignir af því við erum nánast komin á stefnu. Þetta er misjafnt á milli lífeyrissjóða og lífeyrissjóðakerfisins en margir stóri sjóðir eru komnir nálægt stefnu. Þannig að það er svona kannski, ég myndi ekki vænta þess að væri eitthvað mikið og óvænt útflæði og ef við sjáum líka bara taktinn í kaupum lífeyrissjóða og erlendu gjaldeyri síðastliðin ár, þá hefur hann verið bara, kaupin hafa verið svona gerð með reglumbundnum hætti. Þetta hafa verið einhverjar stærðir frá 80-100 milljarðum upp í kannski 100-120 milljarðar ári og ég myndi segja að lífeyrissjóða væri bara skynsamir í þessum kaupum, þess að þeir eru ekki þegar að aðstæður eru þannig og það er ákjósanlegt að kaupa gjaldeyri, þá eru lífeyrissjóðir að kaupa þannig að þetta hefur farið ágætlega saman við annað flæð á markaði eins og innstreymi vegna ferðamanna og annað slíkt. Þannig að ég á ekki von á bara miðað við stöðun og hvað lífeyriskerfið og lífeyrissjóðir eiga mikið erlendum eignum, þá á ég ekki von á að það verði eitthvað óvænt og mikið útstreymi þó að sjálfsögðu lífeyrissjóðir halda bara áfram að kaupa með reglum hættinu. Þetta get ég náttúrulega bara svara fyrir okkar lífeyrissjóð en ekki aðra en við erum sem sagt bara nánast komin á stefnu og erum nálægt þessu hámarki sem er í lögum. Frekari spurningar eða vangaveltur? Að Norðmennir eru farin að hafa mjög miklar áhyggjur af þessari bólu, hvað viðhorf hefur almenningur af þessu? Akkurat, þetta er bara mjög góð spurning og þetta er eitthvað sem við erum búin að vera, já, spurningin er sem sagt, endurtaka spurninguna, þessi 7 stærstu fyrirtæki á heimsmarkaði sem stundum hafa verið kölluð Magnificent 7, 7 bandarísku tæknifyrirtæki. Spurningin er sem sagt aukin samþjöppun í eignasöfnu lífeyrissjóða, hvað áhrif það hefur og hvernig við erum að bregðast við því. Og við höfum verið að fylgjast með þessu undanfarin ár og það er alveg rétt, við höfum áhyggjur af þessari samþjöppun því við höfum alltaf staðið fyrir mjög mikla áhættudreifingu og lagt áherslu á það og meðal annars fjárfesta stóran hluta í vísitölusjóðum til að ná dreifingu og við sjáum bara á síðustu 10 árum þá hafa þessi fyrirtæki fjórfaldast í virði sem hlutfall heimsvísitölu hlutabréfa og þú vega núna eins og Bjarni sagði 23% af heimsvísitölu hlutabréfa sem í eru yfir 1400 fyrirtæki og það er mikil samþjöppun á markanum. 100 stærstu fyrirtækin í þessari stóru breiðu vísitölu vega yfir helming
af markaðsvirði í vísitölunni, þannig að þetta er samþjöppun. Þetta er náttúrulega bæði gott og slæmt, það er að segja það að fá þessa ávöxtun inn í söfnun okkar hefur náttúrulega verið bara mjög gott og að skýrir að stóran hluta ávöxtun síðastliðin áratug til dæmis, en það hangir á spýtunni að þegar ákveðin fyrirtæki hækka svona mikið umfram önnur, að þá verður hann ákveðin samþjöppun. Við hefum brugðist við þessu með kannski tvennu, við höfum brugðist við þessu með því að auka fjárfestingar í sérhæðum sjóðum, sérhæðum innviðafjárfestingum, þar sem við erum í rauninni að fjárfesta í óskráðum fyrirtækjum og öðrum en þeim sem mynda þennan skráða markað og skráða vísitölu. Og hitt sem við höfum verið að gera, við höfum verið að auka aðeins vægi í erlendum skuldabréfafjárfestingum og þannig að reyna að ná aðeins meiri dreifingu inn í okkar söfn. En samþjöppunin er vissulega enn til staðar og við sjáum það eins og stærstu fyrirtækin sem að bara fyrir 10 árum vógu kannski 1–1,5% í okkar stóru ávöxtunarleiðum vega núna tvöfalt það nánast. Þannig að við finnum fyrir þessu en við erum að reyna að taka skref til að bregðast við þessu en samþjöppunin er til staðar. Frekari spurningar? Eða vangaveltur? Við getum líka spjalla saman bara yfir kaffi við sem eru hérna á staðnum. Við getum gert það. Ég var hérna eftir. Heyrðu, já, þá ætla ég bara að þakka þeim sem komu hingað til okkar á Dalveginn. Þetta er fyrsti fundurinn sem við höldum hérna í þessa nýju húsnæði okkar. Fluttum hér í febrúar á síðasta ári og það fyrir ákaflega vel okkur hér. Þó að það kannski skorti aðeins á bílastæðin. Vonandi að nú verið að reyna að gera eitthvað í því. Ég ætla bara í lokin þakka náttúrulega þessum frábæru framsögurundum, bæði mjög góð og upplýsandi að mínum mati. Ég ætla bara að minna á það að sjóðfélagar eru velkomnir til okkar. Þeir sem vilja fá ráðgjöf, þá eru ráðgjafar hér alltaf á vakt. Við erum líka með almenni.is í loftinu, flytjum þar fréttir. Og þar er hægt að hafa samband í gegnum netspjall og svo minni ég á sjóðfélagavefinn. Þar eru upplýsingar eignir, einstakra sjóðfélaga, inneignir og réttindi og þar er hægt að stýra sínum málur sjálfir, menn geta gert eignabreytingar ef